Þessi aðferð, þetta er ein af mikilvægastu aðferðum sem þið getið tileinkað ykkur til þess að passa að hafa góða yfirsýn í það sem er að gerast í salnum. Þannig hugmyndin á bak við þessi aðferð er kallað bakið við vegginn, það er kallað back to the wall á ensku, og hugmyndin á bak við þessi aðferð er það að þið séu þannig staðsett sem þjálfarar að þið hafið yfirsýn yfir flesta iðkendurna ykkar, alla eða flesta, að þið getið náð snögglega til allra eða flesta, til dæmis með því að kalla eða rétta upp hönd eða eitthvað svoleiðis, og að iðkendurnir geti séð þig og náð til þín ef það er eitthvað sem bjátar á eða þeir eru að spurja ykkur eða eitthvað svoleiðis. Þannig að aðferðin bakið við vegginn er það að passa hvernig þið eru staðsett í salnum. Þannig að ef við hugsum okkur núna að það eru hérna 3 útgáfur af salnum og hérna hnapparnir hérna er þjálfarinn og fjólubláu hérna hringirnir eru iðkendurnir. Þannig að þessi þjálfari hérna er núna með þetta hérna sjónsvið. Við hugsum bara sjónsviðið sem að þjálfarinn er með. Þessi þjálfari hérna, hann er með þetta sjónsvið. Og þessi þjálfari hérna er með þetta sjónsvið. Þetta er bara hvernig þeir snúa og hvað það er sem þeir sjá. Og þið bara horfið á þessa mynd, þá sjáum við strax að þessi tveir hérna eru mjög illa staðsettir af því að það er meiri hlutur af salnum sem að þeir sjá ekki. Þannig að þessi iðkandi og þessi iðkandi og þessi hérna, þeir getur verið að gera eitthvað sem þeir ekki verið að gera eða þeir getur verið að leita að upplýsingum, vanta hjálp eða eitthvað svoleiðis en núna snýr þjálfarinn baki í það og þeir kannski treystir sig ekki til þess að ná sambandi við. Þannig að hérna skiptir máli að ef þið horfið á þessa mynd þá sjáum við að þessi hefur svona bestu yfirsýnina og auðvitað bara með því að snúa sig aðeins þá eykur hann sjónsvið og getur séð betur yfir salinn og er þannig staðsettur ef að þjálfarinn þarf að stoppa aðeins til að gefa einhverjar leiðbeiningar þá eru iðkendurnir flestir þannig staðsettir þeir geta auðvitað séð. Leið og myndir færa sig eins og þessi hérna inn á miðjuna eða eitthvað slist þá sést hann illa. Þannig að hugmyndin er að hafa enga iðkendur fyrir aftan sig. Þannig að reyna að vera þannig staðsett að þið getið séð iðkendurnar og iðkendurnir geta séð þig.